Hæ, í þessu myndbandi ætlum við að tala um flipa. Þannig að rétt eins og hvernig bók með flipa til þess að gera okkur kleift að hoppa á milli mismunandi staða í bókinni, er vafrinn okkar líka með flipa til þess að gera okkur kleift að hoppa á milli mismunandi vefsíðna. Að öllu jöfnu erum við ekki bara að skoða einu og eina vefsíðu einu, meðal manneskja skoðar að minnsta kosti 10 vefsíður samtímis. Með flipum getum við auðveldlega að skoða margar vefsíður í einu. Ef ég heimsæki núna ruvaf.is og vil síðan skoða aðra fréttasíðu á sama tíma eins og Vísi, þá ýti ég á plústakkan hérna við hliðina á flipanum mínum uppi og þá bý ég til nýjan flipa. Hérna get ég núna stimplað inn slóðuna fyrir vefsíðunni sem ég ætla að heimsækja og ef ég vil skipta á milli, þá ýti ég einfaldlega hérna uppi á flipan og síðunni sem ég vil heimsækja og þá skipti ég á milli. Við getum gert einn flipa í viðbót, ef ég vil til dæmis heimsækja Wikipedia enn og aftur. Þá opna ég nýjan flipa, stimplaði inn Wikipedia og nú er ég komin á flipan minn. Takið eftir því hvernig skjárinn lítur út þegar ég opna nýjan flipa. Hérna fæ ég flýtiaðgang á vinsælar vefsíður og ég get líka séð hluti eins og fréttir eða vefsíður sem ég heimsækja oft. Ég get alltaf komist að þennan skjá í hvaða flipa sem er án þess að þurfa að opna nýjan flipa með því að ýta á heimatakkan. Þannig ef ég er núna í flipa, ýta á heimatakkan, að þá fæ ég hérna síðuna sem kemur þegar ég opna nýjan flipa. Ég get líka skipt á milli flipa með því að ýta á kassatáknið hérna uppi til hægri og þá fæ ég myndrænt yfirlit yfir alla flipana mína. Þannig að ef þú ert með mjög marga flipa að opna og þeir komast ekki allir fyrir á stikuna uppi, þá er þetta mjög þægileg leið til þess að finna þá vefsíðu sem þú vilt skipta yfir á. Þannig að svona notum við flipa. Við flipum er auðvelt að nota eins marga vefsíður í einu og við viljum.